Rúnar, til hamingju með 1-0 sigur á Víkingum. Hvað svona sástu í þessum leik sem þú ert ánægður með? Ég sá bara vilja í liðinu til að hlaupa og hlaupa fyrir hvora aðra. Fengum svona aðeins fleiri kílómetra í lappirnar af leikmönnum núna heldur en undan 2 leikjum og það er svona eðlilegu stígandi bara í okkar leik og okkar formi og ég er ánægður með það. Ertu svona sáttur í heild sinni bara með leikin? Já, nokkuð. Þetta er náttúrulega mikil framför frá síðustu 2 leikjum og sigur er alltaf góður og að halda hreinu líka mjög gott. Við hefðum mjög ánægð með fyrri hálfleikinn, hann var virkilega góður. Síðari vorum við aðeins dýpra, ætluðum svo svona ekki að falla svo niður en við gerum bara góður, spila vel út úr sinni vörn og nota markmanninu vel í sínu uppspili og það er erfitt að vera að reyna að pressa og við gerum það nokkur sinnum en þeir náðu ofta að leysa það mjög vel en varnarlega var ég samt mjög sáttur. Þeir skapa alla færi í leiknum þannig að ég er bara ánægður með sigurinn. Mér finnst þess að það herja svolítið hægra megin alla sérstaklega í fyrri hálfleik. Var það eitthvað upplegg hjá ykkur? Við höfum herjað hægra megin? Já. Nei, alls ekki. Við viljum fara báðum meginum. Það er bara þannig en stundum bara gengur betur öðru megin og þá heldur maður áfram þar. Það er ekkert upplegg hjá okkur í þessum leik að herja frekar þar en hinum megin. En ég menna við erum með fína raða þar og með Atla og Kenny sem finna sig við mjög vel saman en hinum megin eru við náttúrulega með bæði Stefán Árni og Kristinn að herja þar en gekk aðeins erfiðlegra og svo náttúrulega Jú Óskar inni og þannig að við höfum vopn víða. Þú hefur aðeins verið að minnka hópinn svona lána menn hingað og þangað. Þú heldur Stefán Árni, hvað hefur í þeim leikmanni? Stefán hefur bara alla hæfileika til að vera topp fótboltamaður og hann byrjaði að vera toppleikmaður í Pepsi-deildinni áður en hann fer að hugsa eitthvað lengra og við erum bara að hjálpa honum á þeirri leið. Hann hefur gríðarlega hæfileika, teknískur, fljótur, mjög vinnusamur og hann var mjög duglegur í dag og varnarlega og skilaði því hlutverki mjög vel sem við erum að reyna að vinna með honum í og þetta er bara strákur sem á eftir að fá fullt af mínútum í sumar. Það gerist það atvik undir lok fyrri hálfleiks þar sem að Stefán tæklar einmitt Kára. Sástu hvað gerist? Nei, ég sá það ekki nægilega vel. Stefán ætlaði bara að loka á einhverju sendingu, rennur í Kára, leit mjög illa út og menn tala að Kára hefði eitthvað slengt fætinum eitthvað í hann en ég bara sá það ekki og það var erfitt fyrir mig að dæmi það en ég ætla ekki að fara að kommentera það rétt. Nei, eitt að lokum bara, þú ert með Tóbías frammi og Kristján Flóki og Björn gekk á bekknum. Hvernig er staðan fyrir fyrsta leik? Verður annarkur þeirra á bekknum? Það getur vel verið að Flóki ná að vera klár en það lítur ekkert vel út. Björn verður ekki á bekknum þá, hann verður lengur frá og við erum í smá vesinni með að ná honum heilum. Það er búið að taka mikinn tíma og hann er bara undir læknishöndum og er í meðferðum og vonandi verður hann klár bara áður en langt líður en meðan er Tóbías og Ægir og Flóki vonandi klár í næsta leik líka. Takk fyrir þetta. Takk fyrir.